Þessi nýju og langvinsæðustu, meiri fjölbreytni, meiri tónlist. Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það komið að lokum hjá okkur en áður við kveðum ykkur þá náttúrulega gleymum ekki Brynjóli Ingvarsinni MMA þjálfara hérna á Selfossi. Komdu bless og sæll höfðingi. Já, sæll vestu, hvað segir þá? Bara ljómandi gott, það mikið búið að vera hjá ykkur hérna íþróttafélaginu, hvað heitir það? Ímir? Ímir, já. Já, og já, þeir eru búin að vera núna eða ekki aðbrálega í 2 ár? Nei, það rétt rúmlega ár, við vorum hérna, byrjuðum í fyrra. Já, það svo stutt síðan? Fyrra haust. Já, það búið að vera bara svona góð mæting að maður hefur ekki átt að sjá þessu? Já, það hefur verið nóg að gera hjá okkur. Já. Og hérna, en nóg framundan og sem betur fer, alveg fullt svona meira sem maður eftir að gera skemmtilegt. Hvað eru margir núna að æfa þetta sport hjá ykkur? Sko, við erum með 2 hópa núna, við erum með unglingahóp sem að hérna er rosalega flottur hópur, svona þéttur og hérna og eru rosalega duglega að mæta alltaf sömu krakkarnir. Það eru svona það byrja 10 krakkar og hérna nóg pláss fyrir fleiri krakkar, þannig að þetta eru 13 til 15 ára krakkar hérna og það er rosa gaman að fá inn fleiri krakkar þar. Þetta er eitthvað sem við vorum að byrja með bara núna í haust og hérna eins og ég segi, það er bara nóg pláss og svo erum við með náttúrulega fullorðishóp sem er búin að vera alltaf lengur og svona skemmtilega samsetti núna af bæði byrjendum og svona svolítið lengra komnum og þar hafa verið svona 10-15. Þar alveg klárlega líka nóg pláss fyrir fleira fólk og við viljum rosalega mikið vera að fá fjölbreytni, við viljum vera að fá fólk. Það enginn sem að passar ekki inn í hópin okkar. Það eru stelpur og það fólk af öllum stærðum og öllum gerðum og við viljum endilega halda áfram að fá fleira fólk af báðum kynjum, af öllum stærðum, á öllum aldri, svoleiðis að þetta sé sem fjölbreyttastur og svona skemmtilegastur hópur og allir hafi æfingafélag sem að passar við þeirra líkamstýpu. Þannig að litla fólki þurfa ekki alltaf að vera að æfa með einhverjum miklu stærri og svona, þannig að maður hefur alltaf æfingafélag sér við hæfi. Það svolítið gaman að fylgjast með maður ef maður fer inn á Ímir MMA á Facebook og að þá þarna hópurinn sem að byrjaði fyrst að það voru margir hverjir sem hefðu bara aldrei verið í íþróttum og eru núna bara konur í fantaforma á þessu ári. Algjörlega og þetta er svona spurningum að finna sér eitthvað sem er manni við hæfi. Þetta er bara eins og hverjum íþrótt. Þú finnir eitthvað sem er þér við hæfi og það langauðveldasta leiðin til þess að halda áfram að æfa eitthvað og halda áfram að hreyfa sig. Það að finna eitthvað sem að þú hefur gaman að því að gera, ekki vera að þvinga sig út í eitthvað sem að nennir ekki. Það ekki bara að finna eitthvað skemmtilegt þar sem að þú ert í góðum félagskap og ert að læra eitthvað nýtt. Það held ég að sé svona það sem að hjálpa rosalega mikið að halda inn í sama fólkinu. Það er aldrei ekki hægt að læra meira. Þú ert alltaf að fara að komast skrefinu lengra og það er rosalega og ég finn það sjálfur 5 árum seinna að maður er alltaf að læra eitthvað nýtt þó að það séu ekki nema lítil smáatriði að geta þau opnað bara fyrir manni nýja veröld. Breytt algjörlega hvernig maður sér heiminn og breytt algjörlega leiknum. En nú hefur þetta sport, þetta nú búið að vera orðið rosalega uppbygging á því ef maður horfið til dæmis Mjölni og fleira það. Við erum alltaf að eignast fleiri og fleiri keppendur sem eru að keppa erlendis og gera það gott. Heldur betur og
þetta er að vera rosalega flott núna. Ég veit til dæmis að Mjölnir að senda núna næstu helgi 8 manna lið út til Birmingham að keppa í Evrópumeistaramóti í MMA, áhugamanna MMA. Það er blanda lið, bæði stelpur og strákar og allir þyngdar, eða rosalega margir þyngdaflokkar allavega. Fara úr 66 kílóum held ég upp í 120 kíló. Nei, fyrir ekki, þau fara úr 55 kílóum eða eitthvað, 57 kílóum upp í 120 kíló. Þannig að þetta er rosalega mikil breidd í þessum hóp og það er eins og ég segi, þetta er það sem maður sér, þetta er MMA spyr ekki eitthvað ákveðið form af mannesku sem að allir þurfa að fitta í. Þetta er fyrir hvern sem er. Getur hver sem er haft gaman og getur hver sem er lært eitthvað nýtt. Þannig að þetta er algjörlega og maður sér að þetta er alltaf að springa út og verða stærra og stærra og núna sömu helgi og Mjölniskrakkarnir að fara út er til dæmis einn fremsta íþróttakona heim og Ronda Rousey að fara að keppa og hérna á sama kvöldi önnur rosalega flott íþróttakona sem heitir Joanne og er hérna pólsk stelpa sem er stráviktameistari UFC rosalega öflugar og flottar íþróttakonur sem hérna þetta verður alger veisla að horfa á svo náttúrulega því maður bara spenntur eftir desember, jólin koma snemmi ár Gunnar að fara að keppa og Conor að fara að keppa og það var millivikta bardagi titilinn og alveg þetta verður stórkostlegt stórkostlegu í desember og stórkostlegu tíma framöndan fyrir MMA. Já. Það er bara hannig. En hvað er svona framöndan hjá ykkur núna í Ími? Við erum að fara núna á föstudaginn erum að fara að fá til okkar Arnar Frey Vigfússon sem er svartbeltingur í brasilísku jiu-jitsu með þess að golfglíman. Hann er hefur lengi verið bara einn fremsti þjálfari sem Ísland hefur alveg af sér í golfglímunni og er að lenda held ég bara á föstudaginn og kemur beint til okkar. Ég held að við séum fyrst til að fá hann til okkar. Já. Og hann hefur unnið, hann bara mjög öflugur keppandi, hefur unnið til fullt af verðlauna og var fyrsti formaður Mjölnis, hann var einn af stofnendum Mjölnis og eins og ég segi, hann hefur lengi verið helsti glímuþjálfari landsins og hann býr núna út í Danmörku og er yfirþjálfari í sínum klúbb þar sem hann er meðal annars að þjálfa UFC kappa sem heitir Niklas Dalby sem var að keppa núna fyrir stuttu. Arnar var í hotninu hjá honum þannig að hann veit rosalega vel, hann kann rosalega vel glímuna fyrir MMA en hann hefur líka sjálfur bæði verið að keppa og æfa náttúrulega mjög mikið bara glímu fyrir glímu þannig að þetta er eitthvað sem að hendar bara hverjum sem er, það getur hver sem er fengið að koma þarna og ég láti júdókrakkana vita, ég láti mína krakka vita og allir sem eru eldri en 13 eru velkomnir og kemur til með að kosta 2500 krónur. Þannig að það er heldur betur spennandi að fá hans og erum við að bíða eftir svona að fá okkar fyrstu keppendur, það er strákur hjá mig núna sem við stefnum á að fara að láta hann keppa núna í boxi, hnefaleikum. Ætlaðum að láta hann vera að keppa núna í nóvember en sennilega verður það að bíða það til desember eða janúar. Já. Hann er búinn að vera hjá mér alveg frá byrjunni, tók hjá mér nokkra einkatíma líka og æfir sig, hann er rosalega duglegur að æfa sig sjálfur líka. Hann á algjörlega framtíðina fyrir sér í þessu og mikill íþróttamaður, rosalega öflugur og ég hlakka mikið til þess að fara með hann og sjá hann keppa og sjá hann standa sig því ég veit alveg að það er það sem hann er að fara að gera. Hvað höfðingi er það? Hann heitir Þorsteinn, kallaður Steini. Hann er eins og ég segja, hann er búinn að vera hjá mig núna alveg allan tíman og
á rosalega mikið bara framtíðina fyrir sér í þessu ef hann hefur áhuga á því. Já, nákvæmlega. Hann svona einn af þessum sem hefur staðið sig hvað best í að vera að mæta og vera að fylgjast með og vera að hjálpa til, mætir alltaf snemma, alltaf að hjálpa til, hjálpa með unglingatímana og svona. Þannig að, og alltaf að æfa sig sjálfur, alltaf að leita sér að meiri vitnesku í kringum þetta. Og já, eins og ég segi, ég spenntur fyrir að rosa gaman að sjá svona, hann ekki svo eina, það fleiri svona nemendur sem maður rosalega spenntur fyrir að sjá, af því að maður veit hvað ég geta komið slangt. Það eiga mikið framtíðina fyrir, það rosalega gaman að sjá hversu mikið þau taka. Nákvæmlega. Og það kannski það skemmtilegasta við að þjálfa, það bætingin? Algjörlega. Og að sjá fólk, þegar maður að gera eitthvað sem maður skiptir máli, og sömulegir svona bara fyrir mann sjálfan, hvernig þetta gefur manni öðruvísi sín á hlutina. Maður ekki lengur bara að gera eitthvað. Þú þarft að vita hvað þú ert að gera og þú þarft að geta útskýrt hvað þú ert að gera, og þá fyrst virkilega veistu hvað það sem þú ert að gera. Og þannig að en algjörlega að sjá og finna ef maður fær inn hópa fólki sem að, eins og þú segir, sem að hefur kannski ekki verið að finna sig í neinu öðru, en finnur sig þarna og opna sig, tilbúið að verður hluti af hóp, og sem að sér þessu rosalega bætingu, þannig áhuga, þannig ákafa sem að fólk setur í þetta, gerir þetta allt saman þess virði. Nákvæmlega. Brynjólfur Ingvarsson, klukkan hvað þetta á föstudaginn? Það klukkan 7:30. 7:30, nákvæmlega. Það verður flott að fá svona, mikla meistara í heimsókn hérna á Suðurlandi. Heldur betur. Ég er mjög spenntur eftir að fá hann. Áhugasamir sem vilja byrja í þessu sporti, það náttúrulega, þeir geta það ekki svona kíkt í ykkur að pröfutíma, orðið alveg sprungið hjá þér? Nei, það alltaf hægt að fá að koma og kíkja í pröfutíma. Það bara velkomið fyrir hvert sem Okay. Eins og ég segi, það 13 til 15 æfingar á 2 í viku. Svo erum við með 16 ára og eldri, og það bara á báðar æfingarnar. Ef það hefur einhver áhuga að kíkja, þá bara kíkja og koma og prófa að vera með. Ef að þið vilja, ef að fólk eitthvað smeykt við að vera með, þá getur það líka komið og sest niður og fylgst með og sé hvernig æfingin fer fram, og komið síðan setna og verið með. Og meirum þetta inn á Facebookinu Ímir MMA, eða ekki? Jú, það smelt passar. Nákvæmlega. Brynjólfur Ingvarsson, bestu þakkir og gangi vel, við eftir að heyrast oftar í vetur. Heldur betur, takk hérlega fyrir mig. Bestu þakkir. Já, sportátturinn ekki lengri sinni, en ég náttúrulega langt komin yfir dagskrá að venju. Það bara þannig, það allt fyrir ykkur íþróttafíklana hérna úti land allt. En það náttúrulega dómnusdeild karla framöndan í Iðu á fimmtudaginn, að með minnir, þá klukkan korter yfir 7 FSU Njarðvík. Annars Þór Þorláksson að fara að mæta Stjörnunni í Garðabænum, og aðri leikir sem hefjast á sama tíma Tindastóll Höttur og KR Snæfell. Svo föstinni IR Haukar og Grindavík Keflavík. Og í dómnusdeild kvenna þá það Keflavík Valur á miðvikudaginn, Snæfell Hamar, Haukar Stjarnan, og þessi leikir allir korter yfir 7, og svo eru leikir á laugardaginn, Stjarnan Snæfell Hamar Keflavík klukkan 5 og Valur Grindavík. Og í fyrst til karla þá það hjá Hamri í Hveragerði á föstudaginn klukkan korter yfir 7 Hamar KFÍ. Svo það Skallagrimur inn í Sandgerði og Breiðablik IA á sama tíma. Svo ykkur leikir á sunnudaginn, Fjölnir Þór Akureyri og Valur Ármann. Þannig þakka ykkur fyrir hlustunum í kvöld, njótið vikunnar og hafið stilt á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook Sportátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.